Herðu, frábært, velkomin í Alkast 2000. Þetta þáttur sem að hefur verið beðið eftir. Já, og búinn að láta bíða eftir sér. Það svolítið þannig. Við erum með nýjan tæknimann með okkur í kvöld. Hvað var þetta nafnið? Við erum með Baldur hérna í kvöld. Hann ætlar að leysa Mikael af. Mikael, hann klöfskaði yfir sig og fjarri góðu gamni í kvöld. Sko, ég að fara á morgun í Guðsuna. Já. Með götunni. Götugusu? Við erum að fara í götugusu. Við erum að fara í fargöðuna út í Skarfaklett. Við leigðum þarna vagnin. Já. Og þarna... Það hægt. Það hægt. Við leigðum vagnin, 14 nágrannar. Og ég veit ekki alveg hvert þetta að stefna, sko, því að við vorum öll vinir svona gegnum börnin. Og nú eru börnin bara upptekin á TikTok og í menntaskólum og svona. Þannig að það eru bara við fullorðna fólki eftir. Þannig að núna erum við allt í einu farin að fara saman í Guðsu. Ekki nakta. Ekki í þetta skiptið. Nei. Værirðu til í það? Með nágrunum mínum. Já. Þá erum við komin. Það einmitt það sem ég ætlaði að fara að leiða okkur að, sko. Ég meina, hvar endar þetta? Já. Manstu ekki eftir svona, þegar fólk nágrannar voru að hittast og setja lykla í skál og svona. Já, einmitt. Það heyrtum það. Swappa. Já. Einmitt. Ég og Óttar hérna. Eða Tryggvi. Spúna með Tryggva. En allavega, það fargova.is. Það hægt að fara í Sánugusur. Með götunni. Það hægt að leigja vagna eða mæta bara í tíma. Og það sem sagt líka betri dagar eða gott CBD, hemp living. Já. Það besta CBD á landinu. Og gæðastöf, þekki þá ein raun. Og annað, hvað það varðar, þeir eru farnir að selja Shilajit. Það þarna test og bústerinn? Já, þeir eru farnir að selja núna alvöru Shilajit, það sama og ég að taka. Það sem ég talaði í síðasta þætti hafði jukið hjá mér testósterónum 30%. Hvorki meira enn minna. Já, þannig að ef þú vilt verða 30% meira macho, að þá þetta stöfið? Já. Og þú veist, ætla að sé eitthvað sem að íþróttamenn geti tekið öðruvísin að vera eitthvað að bomba einhver lyfjapróf? Já, ég meina algjörlega, ég meina þetta test og booster. Ég meina bæði ashwagandhaið og Shilajitið sem að fæst bæði þarna upp í betri dögum. Já, ég meina þú getur tekið þetta öðruvísin að vera eitthvað að falla síðan á einhverjum lyfjaprófum. Já, þú fellur ekkert á lyfjaprófum með þessu. Þetta bara náttúrulega efni. Já, ég meina testosterón náttúrulegt efni. Já, ok, en ég held að sé nú ekki að testa í lyfjaprófum fyrir ashwagandha eða Shilajitið. Það geti ekki ímyndað mér. Nei, ég meina þeir eru að testa fyrir testosteróni, þannig að ef að það allt í einu komið hérna uppi. Já, ég skil þig. Já, ég þekki það ekki. Ég ekki íþróttamaður. Nei. Við þurfum að komast að því. Já. Andri Æsland. Já. Anda með andra. Hætti að væla, gott að kæla. Já. Hann hérna í Rauðagerði 25. Hann samt ekki að koma með í Guðsuna, það? Nei, hann ekki að koma með í Guðsuna. En hann að mér skilst að fara að setja upp sína eigin gufu hérna niðri húsið þar sem hann Já. Þannig að hann verður ekki bara með kér og öndun, heldur verður hann líka með gufu. Já, en það svona kannski aðeins öðrum tilgangi en fargufan. Já, algjörlega. Hann þannig að skapa svona eitthvað kontrast, kulda og hita. Já. En allavega, við erum hérna í þriðja þættinum eftir áramót og allir þessi þættir eru óútskýrð fljúandi flíildi eða UFO eða UAPs eins og það kallað í dag og tveir þættir komnir og núna ætlum við að henda í þriðja þættin. Það búið að vera rosalegur hasar og síðan að síðasti þáttur kom út þá hef ég verið dregin í 4 útvarpsviðtöl. Fólk vill heyra þetta. Það var meira að gert grína á okkur í Gísla Martini. Í Gísla Martin og það kannski allt til að byrja bara á því. Það hérna og ég ætla nú að fara aðeins með eitt texta hérna. Þessi vitni sem stíga fram frásagnir sínar, það kjósa að koma fram undir nafnleynd. Þessir einstaklingar treystu okkur hérna í þvottahúsinu. En flestir hafa aldrei talað þessa hluti við nokkuð skapan mann í ótta við að gert grína þeim og þau talin með einhverja geðkvilla
Óþroskuð og oft á tíðum ofbeldisfull viðbrögð eru eitthvað sem við erum að sjá títt og iðulega í þessu brasi. Síðasta föstudag kom prinsinn Gísli Marteinn með glens og gaslýsingar. Já, sem sagt í garð þeirra sem hafa séð þessar hluti. Einmitt. Og hér sjáum við klippu úr glensuna hans Gísla. Gjörðu svo vel. DFF greinir frá því að kona segist hafa séð geimskip fljúga yfir Mosfellsbæ fyrir 2 árum. Hljómar ótrúlega, það vill svo til að vera með myndir af atvikinu. Skulum sjá þetta. Það einhver torkinlegur hlutur á sveimi. Raggi, hægt að skerpa eitthvað á þessu? Þetta nú eitthvað kunnulegt fyrirbæri. Býttu nú við. Já, það þetta sem hún hefur séð. En þetta nú ákveðin hápunktur á ferlinum, sko. Okkar ferli? Já. Já, þetta er eiginlega, sko, þetta er eiginlega toppar að vera cancelað á Smartland. Já, að vera hættur af Gísla. Já, prinsinum sjálfum. Já. Herru, þetta er allavega svona. En þetta er samt svolítið málið sem er búið að vera í gangi hérna. Að það er bara einmitt þessi vitni og þessar sögur og þessir einstaklingar sem að stíga fram, bara nákvæmlega eins og þú sagðir. Þetta fólk er bara einhvern veginn klikkað. Það er bara gert grín að því og það er útskúfað og bara einhvern veginn dæmt. Já, ég minna þessir einstaklingar sem ég núna tala við, sumir hverjir bara í meili og tala við aðra í síma, ég minna fólk er hrætt við viðbrögð fólksins síns og meira þess að sína nánustu. Já. En þeir hafa samt þess að ríku þörf fyrir að segja frá einhverju sem þau telja sig að hafa séð og upplifað. Já. Þannig að, sko, við ætla að byrja hérna á einni frásögn sem er ekki með neinu myndefni. Ég ætla bara að lesa hana hérna upp. Ég fekk þetta sent. Þetta er í nafnlind. Og þetta er bara svona frásögn til þess að fara aðeins í gang, til þess að sýna að þetta er svolítið svona, veist, þetta er ekkit bara í nútímanum sem þetta er að gerast. En þetta er bara eitthvað sem er að koma í kjölfarið á í raun og veru óskinni okkar persónlega reynslusögur. Já, þannig að þetta er bara hérna saga úr sveitinni. Fólk hefur verið að senda frásagnir á londrivíum 2.2i @gmail.com og hérna er maður sem segir: ég er fæddur 1945 og hef verið 6 ára gamall því ég var fyrir lífsreynslu sem er föst í minni. Á þessum tíma hafa verið að bora eftir heitu vatni í Mosfellsdal og matráðskona Bormanna var í heimsókn í sumarbústað þarna í Hrísbrúarlandi, þar sem þessi einstaklingur var, þessi krakki, og faðir minn var rétt ókominn heim. Þegar að konan er að kveðja okkur, sem þessi matráðskona, fyrir utan bústaðinn aðeins farið að rökkva. Þá kemur hlutur, stærð og lögun eins og eldri strætisvagn með mjúkum útlínum svífandi í 10-15 metra hæð svolítið vestan við okkur. Mikil skelfing braust út hjá mömmu og gestinum sem ætlaði ekki að þora að ganga til síns heima. Ég óttaðist hins vegar ekki, heldur dáðist að fyrirbærinu. Loftfarið stefnir nú hægt í áttina að fjalli Helgafells og ég sé fyrir eitthvað döft ljós aftan á, en það er alveg hljóðlaust. Þegar ég held að það muni rekast á fjallið, þá finnst mér það taka vinkilbeygju upp á við og svo hvarfa sjónum. Loftfari kom úr þeirri stefnu að það hafði verið yfir ánni Kaldakvísl áður en við sáum það og þar var einnig háspennu loftlína. Ég hef verið álítinn furðufugl þegar ég hef sagt frá þessu og vill því njóta nafnlindar, vill bæta við að mér finnst eins og það hafi verið einhvers konar skynjun þegar loftfarið var sem næst okkur. Nærveran var sem þung þögn yfir okkur og öll umhverfis hljóð þögnuðu. Hef velt mér upp úr þessu allar götur síðan. Kannski eru þróaðri verur að skoða okkur vanþróuðu jarðabúa sem þó voru farnir að skilja jarðvarmann. Svipað á nútíma maðurinn sem skoðar einangraða þjóðflokka í frumskógum Amazon. Já. Þetta er sem sagt frásögn síðan 1951. Já, atvik síðan, já. Já, og það skal tekið fram að ég fekk einnig frásögn frá konu sem er í Vestmannaeyjum
og við ætlum að fjalla það held ég í næsta þætti því að mér skilst að sé eitthvað myndefni þar með Já. og þar sem sagt var far sem að hún sér og er sem sagt stopp fyrir framan hana mjög nálægt henni í nokkrar mínútur hún lýsir því fari einmitt sem hún spurði mig manstu eftir járnhylkjónum sem voru utan á vindlum inn í gamla þetta þetta eru svona cylinders eða ekki, svona sílendrar og þetta leit svoleiðis út hjá henni og hérna en væntanlega eitthvað stærra já, eins og lítill strætisvagn sá hann og þetta var 1980 já, í Vestmannaeyjum já þannig að ég áttur að hitta hana og ræða betur við hana hún var til í að koma fram undir nafni, ekkert mál já. Og einhverja ljósmyndir sem hún ætlaði að láta mig fá þannig að það er spennandi, við fylgjumst með því já, þannig að það er bara í farvatninu það er í farvatninu svo er ég með hérna eina og það er sem sagt ljósmyndir með þessari frásögn það er sem sagt, sæll, ég sendi þeim mynd af óútskýrðu ljósi handan hádegisfjalls við Reyðarfjörð og myndinni sem er dagsett má sjá gulrauð ljós sem eru eins og punktalína við fjallið ef þið horfið á töluna 22 á myndinni og farið rétt upp á við þá sjáu þið hvernig þetta kemur allt í ljós þannig að Mikael, nú getur þú sett mynd nummer 2 því að maður sér þetta ekki beint á sem sagt stóru myndinni en þegar þú zoomar inn þá sérðu þetta þetta var ekki það eina sem ég sá þetta kvöld hvað sem þetta var, það fór þetta mjög hratt ég hef alla minna tíð hort til himins og orðið var við ýmislegt en aldrei sagt frá ákveðinni ástæðu já, þessi ákveðna ástæða er sú að þegar ég var strákur trúði mér enginn og þá er bara gott að eiga þetta sjálfur það er svolítið þannig þú séð þessa myndið ekki þetta er svona rauð punktalína og hann hefur greinilega rétt náð þessu þetta fer hérna hratt yfir eins og hann lýsir og svo hefur hann rétt náð þessu áður en þetta fór fyrir fjallið já. Mjög skýrt þetta er sem sagt á Reyðarfirði svo erum við núna að fara inn í mjög spennandi hluti og áður en við förum sko til Njarðvíkur þá erum við með hérna bara svona rétti samanburðar þetta er sem sagt vídeó það er sem sagt vídeó Mikael spila það þetta er sem sagt Grafavogur 29. desember og ef þú getur zoomað þetta inn Mikael, þá sérðu að hverju ég er að leita að þetta er sem sagt tekið í foldunum 29. desember síðastliðinu miðanótt og þarna sérðu það sem að myndi heita Flickering Star eða Orb þetta er svona svolítið forrétturinn að því sem við erum að fara að sjá hérna frá Njarðvík en ég vil þó segja að ég fór hérna upp á hólinn við Réttó í fyrradag, það var algjörlega heiðskýrt og kyrrt ég fór út með símann minn og ég tek mynd af skærri stjörnu það er náttúrulega mjög mikið af skærum stjörnum og ég zoomaði inn á hana svona 20-30 sekundur horfði svo á upptökuna og prófaði svo að zooma inn á upptökuna og þá fékk ég allt annað en það sem ég var að horfa á það er sér að segja sko, myndavélar og það að fanga ljósið í einhverjum stjörnum sem er eitthvað bara einhver lítill punktur á himni í svörtum bakgrunn það breytist allt þannig að við erum hérna kannski að horfa á eitthvað í himni og skoðum þetta zoomað inn í einhverjum myndavélum á einhverjum símum og við sjáum eitthvað svakalega dularfullt en svo er þetta kannski ekki dularfullt þetta eru bara stjörnur þannig að það er, maður þarf að horfa á þetta með mjög skeptiskum augum en það sem að er hot potato hérna í þessum þætti áður en við förum og fjöllum síðasta þátt News Nation með honum Jake Barber, við ætlum að segja frá því eftir það er Njarðvík og þetta er nóvember og desember sem sagt á síðasta ári það kom til minn maður og ég hitt hann ég bara, sko, fyrst senda hann mér þetta myndefni og ég var svo hissa á því sem ég sá að ég sagði við hann, heyrðu, ég verð auðvitað númer 1 að fá þetta myndefni frá þér en númer 2, ég þarf bara að horfa í auguna þér og sjá hver þú ert því þetta
líktist einhverju sem að það er engin náttúrulega skýring og bak við það sem að er á þessum myndum. Þú veist, þannig að annarkvort eru að horfa á eitthvað sem að sko, stjörnusævar getur ekki útskýrt eða Haraldur veðurfræðingur getur ekki útskýrt eða að það hefur einhver búið þetta til. Sko, þannig að Mikael, farðu núna inn og spilaðu sem sagt af Njarðvíkur fóldefnum, það er sem sagt orb 1, 2, 3 og 4 í þeirri röð sem að ég nefndi. Og það sem við erum að sjá hérna, þú hefur séð þetta. Þú veist, ég man það ekki einu sinni. Ég sendi þér þetta á þig. Já, þá er ég búinn að sjá þetta. Sko, það sem við erum að horfa á er í algjöru samræmi við það sem ég hef verið að sjá þetta bara á YouTube annars staðar úr heiminum. Já, er þetta einmitt. Það er myndir. Þetta er eins og einhvers konar orb eða hnöttur sem yðar af lífi eða orku. Hann sem sagt næra zooma þarna inn og það sem að hann segir við mig, þessi einstaklingur, að sko, hann er náttúrulega að taka þetta bara upp á Galaxy síma og þetta er bara heim í hlaði hjá honum. Þetta er bara hann, og það heyrist í bakgrunninum í krökkunum hans og þetta er bara fjölskyldufaðir í Njarðvík. Og hann segir að stundum hverfa þær og birtast annar staðar. Stundum er það á hreyfingu, mjög hægt. Ef það hreyfa sig hratt, þá eiga þeir það til að skilja eftir sig rauðar rákir. Og þetta er það sem við erum að horfa á hérna í Njarðvík. Ertu með þetta fyrir fram að þig? Já, er það sem að þú tókst þarna upp af tölvuskjánum? Já, meðal annars, þetta er nokkur myndbönd. Já. Við getum verið sammála um það að þetta sé duðlega fullt eða ekki. Já, en þú veist. Það er í raun ekki fyrir en hann zoomar almennilega inn á þetta. Já. Þegar þetta lítur hérna bara út eins og okkur tíkall eða eitthvað. Er það ekki? Jú, en þegar þú sér þetta sko á sem sagt myndbandi, þá yðar þetta af ykkur. Og kenningin er sko, ég hef heyrt kenninguna um eitthvað plasma og eitthvað, ég er náttúrulega engin vísindamaður. En svo heyrði ég útskýringar frá einhverjum sérfræðingum sem að sögðu að þetta sem þú værir að horfa á væri truflun í rauninni í hvernig myndur þýða the fabric of space í strega rýmsins. Já, bara í efninu. Já, og því ef þú ert með flíildi eins og við höfum rætt hérna eins og Bob Lazar talað sem að í rauninni er knúið áfram með því að mynda ákveðið andsegulaflssvið og þeir vilja meina, þessi snillingar sem ég horfði þarna á, að þetta væri það sem þessir orbar væru raunverulega að gera. Þeir væru að sko, við værum í rauninni að horfa á truflun í striga rýmsins út frá því andsegulaflssviði sem flíildið er að mynda. Sko, þarna ertu náttúrulega bara komin út í einhvers konar hálgerð bara liggur við trúabrögð. Það sem að, sko, ég meina sumir myndu segja að þú sért í raun og veru bara að sko, fóðra þessa mynd með einhverju sem passar þinni hugmynd. Túlkun. Já, einmitt. Og svo þarna getur maður einmitt, hringt í stjörnusævar eða eitthvað, nú ætlum ég bara ekkert að gera honum upp neina skoðanir en ég bara segi svona að ég meina þá ertu bara farin að tala um hérna bara, þú veist, ský og ljós og einhverja uppgufun og eitthvað, þú veist, allt saman bara mjög sjálfsagt og eðlilegt. Swamp gas. Já, einmitt. Og svo bara talaru við einhvern gaur hérna á Keflavíkurflugvelli og hann bara, þú veist, kemur með einhverja allt aðra útskýringu. Það sem að þetta eru bara einhvers konar drónar og þú veist, þyrlur eða ég veit ekki hvað, einhvers konar, þú veist, manngerð fyrirbæri. Hver og einn verður bara að draga sinna eina áleiðan. Það er þannig.
og þú veist, það bara svolítið staðan það ekki, að einhvern veginn með öll þessi ljós á himni núna, ég meina að þú veist þetta sem búið að vera að gerast í Bandaríkjunum sérstaklega, sem man alltaf bara einhvern veginn að koma þessari umræðu svona rosalega, þú veist, upp á yfirborðu og til almennings, að þá þetta svo opið ennþá einhvern veginn, að því að til túlkunar. Já, það bara ekkert á hreinu hvað í gangi. Nei. Og það eitthvað bara svona risastórt ef í loftinu. Já. Ef þetta þú veist, geimvera. Já. Ef þetta Kína. Ef þetta hérna, þú veist, herinn. Já. Hvað þá? En við, sko, til þess að klára þetta, þá langar mér líka að biðja hérna Mikael að setja mynd hérna sem í fóldernum sem þú ert með, sem sagt Flórida hnöttin. Þetta var tekið upp sem sagt í þessum mánuði, sem sagt í janúar. Þannig að settu þetta upp, Mikael, og því það sem ég sá þegar ég rakst á þennan hnött var að þeir eru bókstaflega nákvæmlega eins. Þetta skýr ljósmynd. En það sem mér langar að segja að auglýsum við ekki hér eftir, bara hér og nú, við auglýsum eftir útskýringum. Já. Ef við erum með hérna stjörnusævar eða eitthvað hérna snilling með akademiskan bakgrunn, helst. Já, ég bara, þú veist, flugmenn eða veðurfræðingar eða... Já, endilega. Endilega, komið með þarna kenningar og ef þið eru með einhverja hugmyndum hvernig þetta geti myndast sem sagt, af náttúrulegum ástæðum eða orsakast á náttúrulegan hátt, þá erum við mjög opnir fyrir að heyra það. Já, en þar til annað kemur ljós, þá bara göngum við út frá því að þetta sé plasma sem búið að rífa efni heimsins. Það hljópar mjög spennandi í mínum eyrum, sko. Já. Herru, það svolítið bara þannig. Já, yfir í aðra sálma. En býtu, þetta Flórida orb, þetta mynd frá Flórida eða... Þetta mynd sem var tekin sem sagt í Pompano Beach, Florida, sem sagt í þessu mánuði. Já. Og veist, það bara málið. Ég að sjá svona drasl. Algoritminn að sýna mér þetta drasl á hverju mennsta degi. Og ég náttúrulega skeptiker í grunninn. Ég trúi engu sem ég sé. En það sem ég í rauninni bara hjó eftir þarna var, ég er búin að sjá alls konar orba en ég hef ekki séð neitt sem að líktist í rauninni þessu Njarðvíkur efni svona upp á hár. Já, nema mögulega þetta hafi verið tekið upp á, þú veist, samskonar síma, það sem að, þú veist, það hafi verið hérna Zoom og Zoom eitthvað. Já, því það svo eitt. Þetta sá ég nú reyndar einhvers staðar í einhverju viðtali og það var það ekki Samsung sem kom með eitthvað svona nýjan Zoom-fítus, þú gast zoomað að tunglinu. Ég veit það ekki. Þú gast zoomað á tunglinu og þú sást bara gíja og þú bara sást bara, wow, veist, sást bara allt bara, veist. Bara allan ostinn. Já, allan ostinn og þetta var svo nákvæmt sko að hálfa ári nóg. Zoomið átti að vera svo gott. Já. En svo voru skeptikerar sem að ákveða að gera tilraun. Þeir tóku stórt plaggat af tunglinu sem þeir vísvítandi gerðu algjörlega úr fókus og hengt upp á vegg. Stiltu myndavélinu upp á 3 fót og zoomuðu inn að þessu plaggati. Hvað heldur að myndavélinu hafi gert? Hún fór bara í fókus. Allt í hennu sástu gíja og alls konar. Nú? Já. Þetta var bara eitthvað platfítus. Já. Þetta var bara eitthvað artificial animation rugl eitthvað. Þetta var bara einhver filter. Þetta var bara einhver filter sem hafði bara eitthvað, veist, verið kótaður inn í einhvern zoom-effekt. Já. Þannig að þú varst ekkert að horfa á það sem þú varst að zooma. Já, svona eitthvað eins og einn á Snapchat ef þú veist, ef þú setur á andlitið að þeirra þá ert allt í einn orðin hérna kona eða trúður. Þannig, ef þú zoomar á tunglið að þá sér þau gíga. Nákvæmlega, sko. Sniðugt. En heyrðu, en við sem sagt ennþá, áður við förum hérna í seinni hálfleikinn hérna í þessum þætti, þá ætlum við bara að ítreka, við erum ennþá að taka á móti frásögnum. Það sem sagt Laundry, sem sagt L-A-U-N-D-R-Y, Vium, 2 E-U-M.
@gmail.com laundryvíum og ef þið eru með athyglisbrestin alveg í botni og eruð ekki að ná þessu þá getið þið haft samband við annarkot mig eða Arnór bara á Old School Facebook. Nafnið okkar hérna bara eitthvað staðar. Þið grafið það upp. En þetta samt hvað? Bara hérna á, meina, hvað langt síðan við vorum hérna seinast? Hvað það, 10 dagar eða eitthvað? 10 dagar, vika eða eitthvað. Já. Vika? Já. Og ég meina það samt búið að koma hérna hvað, 4, 5, 6 frásagnir? Já, það er búin að koma, já, eitthvað starf þar umkring 5, 6. Af því að, þú veist, ég meina þetta í raun og veru kannski búið að vera hérna svolítið eitthvað bara ær og kýr fyrir svona, þú veist, hvað getum við sagt, geimveru veiðimenn hérna í gegnum tíðina, að það einhvern veginn að elta upp í svona sögur og einhvern veginn reyna að fá þetta staðfest og vera bara einhvern veginn að skrá niður þessa vitnisburði. Já, ég meina hvað annað getur maður gert? Já, þú veist. Þetta bara eitthvað me too of the UFO. Já, af því að þú veist, ég meina ég fór einhvern veginn þá að spá í þetta líka einmitt, bara eins og í samhengi við bara hérna sko trúarbrögðin og hérna Guð almáttugan. Það sem að sko fólk sér hluti og upplifir hluti sem að kannski bara einhvern veginn engin annar sér eða skilur. Og svo fara þau hérna bara og bera vitni hérna bara frelsun þegar þau bara voru snert af Maríu Guðsmóður einhver staður upp á fjalli. Alein. Já, alein, mögulega. Og þetta bara, þú veist, í trúarlegu samhengi þykir þetta bara, þú veist, getum við sagt sjálfsagt og eðlilegt. Það sem að það bara svona eitthvað, já, hann varð fyrir trúarlegri reynslu. Hann var frelsaður og bara nú hérna bara allt annað að vera í kringum hann. Hann bara hérna farin að búa rúmið sitt og ég veit ekki hvað. Breyttur maður. Já, breyttur maður. Eins og Jake Barber. Já, einmitt. Það bara nákvæmlega, það sem að hann talaði þarna bara með grátstafina í kverkunum. Að bara hann hafi komist í samband við eitthvað óútskýranlegt sem bara snert hann svo rosalega að hann bara sko hann grét þegar hann flaug þyrlunni sinni. Hann var að fljúga þyrlu með eitthvað dinglandi neðan í þyrlunni. Dinglandi egg. Já. Og bara fann fyrir sko, hann lýsti þessu bæði sem gleði og sorg. Já, sko, mjög emotional eins og hann sagði. Já. Við ætlum að fara í þetta. Jake Barber. Og ég meina, og þetta það ekki að minnstakosti hluti af því sem að var einhvern veginn búið að vera að hlaða í hérna af honum Stephen Greer. Jú, það var semst í okkar fyrsta þætti. Manstu, þá héldum við því fram að það væri uppljóstrari á leiðinni innan 2 vikna. Já. Var það ekki? Jú. Og því Stephen Greer sagði það. Við lögðum heiður okkar að veði. Og hvað gerðist? Jacob Barber, hann steig fram í 45 mínútna viðtali við Ross Coulthart hjá News Nation. Og það hefur fengið staðfest í gegnum podcast Stephen Greer að Jake Barber einn af þessum mönnum sem hann var að tala Einn af þeim. Það voru 4 menn í þættinum í News Nation. Það var rétt svona spjallaði við þessa 3. Þeir staðfestu aðalega bara feril og mannorð Jake Barber. En sögðu einnig allir 3, allt sem hann að segja satt. Þeir voru semst allir viðriðnir þessi mál sjálfur. Og mig grunar að þeir svo eftir að koma út einn og öðrum í viðtölum við Ross Coulthart. Þeir eru bara að teygja lopan. En það þetta hot potato, þetta vinsælt sjónvarpsefni. En sem sagt, hann stígur hérna fram. Jacob Barber, eða Jake Barber, hann engin venjulegur vélvirki. Þetta sem sagt þyrlu vélvirki. Sem sagt, og þetta eiginlega, hann svona Jameson Bourne. En það sama skamstöðun á nafninu hans.
Já. Hann var ráðinn Jack Bauer. Já, eða Jack Bauer Já. Hvað í gangi, sko? Hann ráðinn Og James Bond. Ertu að djóka? Herðu, eru við að komast að einhverju... Hver setti tíkall í trúðin? Einhverju dýpri sannleika hérna. JB, sko Já. Jói B Þannig að sjáta át á Jóa B Já. Herðu, sem sagt, að vera ráðinn í Elite Combat Control deild flughersins þýddi Justin Bieber, ok, ég hættur. Það þýddi að sem sagt, þetta eins og bara eitthvað út Jason Bourne bíómynd. Hann sem sagt Elite þyrluflugmaður, fallega stökkvari, sérfræðingur í skotvopnum, bardagalistum og með sérstaka öryggisvottun hjá NATO, auk þess að hann hefur móttekið velun fyrir hetjudáð í Bosníu. Maðurinn, hann hefur oft flogið í verndarsveit, sem sagt þyrlu verndarsveit forseta Bandaríkjanna. Já, bandarískur hermaður. Já, en sem sagt elite hermaður. Sagan er þannig að í kringum 9/11 2001, þá sem sagt færir hann sig svolítið eftir 10 ár í hernum yfir í private sektor, eða einkageran. Og hann endar sem þyrluflugmaður fyrir einhvern enkagera, eitthvað fyrirtæki þar sem þeir voru á svokölluðu svæði sem að hann kallaði The Range eða Ranch eða, þetta er bara eins og eitthvað tilrauna svæði. Búgarðurinn. Já, út í eyðimörkinni og veist, þú keyrir í gegnum Nevada eða New Mexico eins og kona minn var að segja við mig, hún hefur keyrt þarna, að keyra bara yfir eitt fylki, tekur bara 3 daga. Já. Þetta er bara landflæmi, sko. Já, og ég minna þetta eitthvað Nevada er bara buski. Já. Það er bara þannig og hann, sem sagt, hans jobb er crash retrieval sem þýðir crash retrieval, þetta er eitthvað sem að David Grush fullyrti í vitnaleiðslum fyrir framann bandaríska þingnefnd ára 2023 að það væri aktív crash retrieval program í gangi sem þýðir að þeir eru að fljúga út og ná í flýildi sumhver hefbundin tilrauna verkefni mannsins og sumhver óhefbundin eða sem sagt IT-kraft sem sagt það er náð í þessi flýildi og farið með þau aftur á okkar secure location og óhefbundin flýildi þá oft á tíðum inn í örugg svæði þar sem að fer á stað svona reverse back engineering á hlutnum sem náðst hefur. Já. En þetta eru bara basically, þetta eru flugvél og svona faratæki sem að þarna hafa hrapað og þarf einhvern veginn að koma í hús. Já, hrapað, það kemur nú ljósinn eftir smástund að þau kannski ekkit endilega hröpuðu. Já, en að minnstakosti að þá er þarna bara gengi í þessu að bara sækja þessi flýldi og þetta eru bara, þetta eru svona heimsklassa menn í hverju stöðu. Hann er bara svona heimsklassa þyrluflugmaður. Hann er búin að vera hann í 24 ár. Hann vildi ekki tilgreina hvaða risastóru einkafyrirtæki þetta eru, bara í 8 við líf sitt. Hann segir að samningsbundið sem þyrluflugmaður hafi verið hluti hans teymi falið að ná í alls konar flýildi á ótilgreindu tilraunasvæði í eyðimörkinni. Á þessu svæði eru gerðar prófanir á hinum hefðbundnu og óhefðbundnu vopnum og flýildum og það var þar sem Barbes segist hafa farið að sjá undarlega hluti og að síðustu 10 ári í þessu starfi hafi verið fólgina mestu í að sækja og flytja hluti og flýildi af ójarneskum uppruna. Að hans mati. Að hans mati, en sko, hlustaðu nú. Ég meina, hvað heldur flýildi sem bæði flýgur úr jörðinni og í jörðina bókstaflega. Flýildi sem flýgur í gegnum fjöll og börð. Bókstaflega. Þetta segist maðurinn hafa séð. Þá er þarna holograms. Útskýring. Já. En valla útskýring ef að maðurinn flýgur svo út og strengir þig í eitthvað garni og flýgur með það, sko. Já. En þetta er bara það sem maðurinn segir. Já, ég meina, hann sagði, var það ekki, að hann hefði séð þarna einhver flýildi sem að hefðu
komið bara upp úr jörðinni. Já, upp úr jörðinni, Já, bókstaflega. já. Og ég meina... Því fyrst skildi þetta þannig eins og það er komið úr einhverjum neðanjara bönkarum. Það var ekki það sem hann átti við. Nei. En ég meina það er náttúrulega líka búið að vera að tala um þetta með þessi faratæki að þau sko ferðist í vatni líka Já. algjörlega sko í raun og veru óháð efninu. Ekkert viðnám við efni. Já. Veist, ég meina, í rauninni eins og við töluðum í fyrsta þætti, við vorum að tala um það, manstu, ég hafði lesið eitthvað bók sem að hafði svolítið svona útskýrt fyrir mér að rýmið er í rauninni fínasta efnið. Rýmið er efni. Og það sem að þú gerir þegar þú beygir the fabric of space, þá ertu í rauninni ekki að gera neitt annað en þú myndir bara skapa rými eða tunnel bara í gegnum fjall. Já. Eins og ég skilja með mínum einfalda haus. Já, þetta er bara svo súrrealísk hugmynd. Já. Þannig að einmitt, fjall ætti ekki að vera meiri mótstaða en bara andrúmsloft. En andrúmsloft eða sjór. Já. Þannig að sko, og hann sem sagt í viðtælinu, þá fer hann yfir 2 típur á flygildum. Hann fer yfir hennin egglaga hlut, 6-7 metrar langan, sem að er sýndur í myndbandi í þessum þætti. Þú sást þetta myndband. Já. Og margir voru fyrir vonbrigðum með þetta myndband. Já. Varst þú fyrir vonbrigðum? Já, svona, þú veist, vonbrigðum voru kannski bara í formi þessa að, hvað ég segja, fá ekki meira. Þetta var lítið. Já. Það sem að sést er að þú ert með 150 til 200 feta línu neðan úr þyrlu. Já. Og það er myndavél á botni þyrlurinnar sem að horfi niður og það er sem sagt bara víri niður og hann er sem sagt að fljúa inn á þyrlunni sinni með night scope, það er myrkur en hann að myndbandið er svolítið grænleitt og neðst í vírinum hangir þetta egglaga meinta flygildi 6-7 metra stórt, bara 100% egglaga og að hans frásögn engin sjáanleg samskipti ekkert sjáanlegt propulsion system eða er hreyflar eða brunagöt eða nokkuð skapað hlutur og engar merkingar bara hvítt eða ljóst á litin. Já. Það hangir hérna í ykkur svona striga sekk eða einhverju og hann sett flýgur með þetta hérna, leggur þetta niður á jörðina og þetta rúllar svona aðeins til hliðar og þar með var það myndband búið. Einmitt. Og þetta er sem sagt eitt flygildi sem hann fer yfir í þessum þætti en svo var það annað flygildi sem að mér minnir hann að hafi talað um sem Acorn eða eitthvað svoleiðis. Ég setti mig ekki nákvæmlega inn í það hvernig það leit út en hann lýsti því þegar einmitt í eitt skiptið að hann fer sem sagt í mission að sækja eitt svona flygildi eins og hann hefði gert oft áður og þegar hann er að koma að þessum hnitum sem hann hefði fengið uppgefið til þess að ná í þetta flygildi þá fer þessi harðjaxl allt í einu í miðju missioni að verða emotional tilfinningar heldust yfir hann á miðju flugi er að nálgast flygildið hann var meira og meira emotional og endaði nánast hágrátandi í hjálminum sorg óendanlega gleði og hamingju allt á sama tíma og hann íhugaði að sem sagt abort mission því hann fann bara að hann var ekki í tilfinningarlegu jafnvægi til þess að hafa stjórn á aðstæðanum og þetta er náttúrulega, svo segi þetta er einhver þú ert ekki að skipta dekk á bíl sko Nei. Og hann segir, hann vill meina að mynduðust þarna einhver tengsl annarkot við flygildið eða áhöfn flygildisins hvort sem það var í formi einstaklings eða hóps og hann hafi verið snertur af einhverju guðtómlegu afli sem kom til hans og er stór hluti af honum í dag og leiðir hann áfram og veit honum innsýn og leiðsögn nema það sem að hann segir svo sem er svo algjörlega úr karakter miðað við
imageið sem maður hefur á þessu manni á því að sjá hann þetta er bara maður einmitt sem er búin að sem þarf ekki að taka sílatít eða svaganda sko. Hann er með testan í lagi hann talar þetta sem ofur feminist afl já en var það ekki líka það í raun og veru sem að var að leiðan áfram í þessari uppljóstrun Jú, hann vildi meina það já. Hann vildi meina það hann hefði bara verið possessed eða andsetin og að hans mati á jákvæðan hátt af þessu feminíska afli sem hann tengdist og tengd hann í rauninni bara þarna við sálina þetta er fyrir mér eitt að stæðsta í þessu viðtali og það skal sagt, þetta var 45 minútna viðtal ég var að lesa það núna á netinu News Nation er að fara að birta allt viðtalið sem er 2,5 klukktími þá fáum við kannski aðeins meiri innsýn í þetta Já, viðtalið þátturinn var 45 mínútur Þátturinn var 45 mínútur En þá kemur þessi spurning einmitt, eðlilega af hverju eru þeir að sækja þetta drasl bara liggur hérna eitthvað á jörðinni hist og pist og af hverju þarna hvernig náðum þeim niður og þá kom hann með það ég hafði séð fyrir mér eins og Dr. Stephen Greer hefur oft talað að þeir séu með svona electric magnetic pulse eitthvað EMP byssur bara og þetta eru vopn sem eru til það er bannað að nota þau í stríði samkvæmt einhverjum eins fáránlega og það hljómar reglugerðum og lögum hvað stríð varðar en þarna kemur hann með hugtak sem ég hefði aldrei heyrt áður og það var psionics Sástu þetta? Já Dr. Stephen Greer hefur náttúrulega talað þetta í sínum heimildamyndum Já, það er þetta þarna Close Encounters of the Fifth Kind Já, það sem þú ert farin að setja því í einhverjar ákveðnar stellingar og með ásetning og innhverfri íhugun þá nærðu tengsl og Dr. Stephen Greer segir þú ferð á okkur ákveðin svæði þú nærð tengsl við flíildi eða plánetur eða einstaklinga og þú leiðbeinir þeim til þín Já, þannig að þetta er bara svona þú nærð andlegu sambandi við aðrar verur Já, því hvað vitum við Já. Og þessi psionics samkvæmt því sem hann segir þá eru þessir einstaklingar vel valdir í þessi verkefni enda í eðlu sínu óvenju næmir og með skygnigáfu og þessi kenning er ekkert ný á nálinni og það skal sagt, það er viðurkennd staðreynd að Pentagon hefur haft áhuga á sálrænum hæfileikum lengi eða það sem kallað er remote viewing eða fjarskoðun og það má nefna þetta fræga Project Stargate system, þetta er ekki samsæriskenning þetta finnur bara í archives þetta eru bara CIA tilraunir sem að CIA eyddi árum í að rannsaka þrátt fyrir opinbera afstöðu CIA í dag að slíka rannsóknir skiluðu engu það virðist bara ekki vera rétt en sko þetta eru sem sagt þetta eru vel þjálfaðir einstaklingar með skygnigáfu og eru sem sagt í þessu samhengi kallaðar psionics og Barber segis að hann sem sagt hafi orðið vitni að þessu sjálfur og þetta líti út eins og manneskjan hugliði sig inn í ákveðið ástand og myndi þannig tengingar við annarkvort þann einstakling eða áhöfn eða einfaldlega flíhildis sjálft og sko hvað finnst þér þetta? Sko, það er náttúrulega eitt að hann er þyrluflugmaður og kemst aldrei í raun og veru nær þessu en bara þarna getum við sagt 150 fet þannig að hann er ekkert að sjá þetta neitt öðruvísi en annarkvort bara gegnum gluggan á þyrlunni sinni eða þá bara á einhverjum skjá fyrir framan sig þannig að þú veist hann er í sjálfum sér ekkert að þarna handfjatla þetta eða meðhöndla þetta persónlega þannig og ég minna á hann það hefur alltaf ekki komið fram Nei, og ég minna á hann sagði líka að sko, þú veist, hann fekk bara, þú veist, bara þetta mission, bara farðu þangað sæktu þetta, droppaði því þarna og svo bara farði burtu og hann vissi ekkert sko hvað varð þetta eða hvað var gert við þetta eftir á Nei, endur hann bara eitt tannhjól í allri þessari vél, þessari meintu vél En fannst þér þetta trúverðugt? Sko,
það náttúrulega, ég meina ef við erum hérna bara komnir í leikritið það sem að það verið að breyta þessu frá sko grínmynd yfir í drama fattarðu? Já. Þetta búið að vera bara eitthvað þú veist, hlægilegt það sem að þú kemur fram og segir þína sögu og það bara gert grínaður, bara Gísli Marteinn bara, þú veist það svolítið bara svona tímaskekkja, myndi ég segja sko. Ég meina það bara gamla leiðin já. Grow up, Gísli eða hérna, stick with the classics, Gísli að þarna þetta bara búið að vera hérna, þú veist, grínið í gangi sko, það sem að það bara já, það bara, hann eitthvað klikkaður hann bara, þú veist, vilti ekki fá þau bara álhatt og hérna Gameskip í Mosfellsbæ já, ymmit og nú verið að sko, ef að þarna þetta samsæri eins raunverulegt og hérna, sumir vilja meina að það sé verið að fara skipuleggja innrás úr geimnum að þá þarf náttúrulega að breyta viðhorfi almennings úr þessu gríni í alvöru. Þannig að þú veist, ok, hægt og rólega þurfum við hérna að dramatisera þetta svolítið og þá bara virkja pinnbótið. Já, að þarna jákvæða finnst mér samt sem áður vera að það ekki í raun og veru allavega enn sem komið það ekki verið að sko hræð okkur. Ekki ennþá. Nei. Það ekki verið að sko hérna verið að sýna okkur einhverja fálmara og dauðageisla. Nei, ekki ennþá. Nei, en sko í því samhengi sko ég að heyra hvað það segja. Mér finnst einkennilegt að þessir einstaklingar geti stigið fram hver og fætur öðrum og sagt einhverja hluti og svo eitthvað svona vælt undir rós að þessi eitthvað hræddur lífsitt. Já. Mér finnst það líta út fyrir að þessi að koma fram í ákveðnari röð eftir ákveðnari tímalínu til þess að segja ákveðið af sannleikanum þeirra. Ég held þessi ekki að ljúga en þeir fá skilaboðum það hvað þeir með að segja og hvenar. Já. Því handritið hefur verið skrifað. Ég meina, halló, það hefur verið að búa til skammtatölur. Fólk actually gáað að núti, sko. Ég veit að ég get ekki púlað þetta shit off, en það fullt af fólki sem bara alveg sjúklega klárt og gáað. Já. Og svo hérna, ég horfði á viðtal, þú veist hvað Jeremy Corbell Fréttamaðurinn. Já, rannsóknarfréttamaðurinn sem er svolítið óþolandi. Hann er svolítið pirrandi karakter en hann duglegur. Jeremy Corbell, hann sem sagt George Knapp lærimeistarinn hans. George Knapp tók viðtalið við Dennis a.k.a. Bob Lazar á sínum tíma. Við fórum yfir þetta allt síðast. Já. Jeremy Corbell alveg hotshot. Í vitnaleiðslánum 2023 þá situr hann á fremsta bekk bak við Ryan Graves og David Fravor sko, og David Grosh. Hann situr bara fremst við hliðina á George Knapp. Þetta bara svona þungavíkta maður í þessum UFO heimi. Jeremy Corbell, hann maðurinn sem lag sko The Jellyfish-vídeó. Þú séð það? Þetta var í öllum fréttum. Já. Þetta var bara eins og eitthvað svona floating jellyfish bara. Eða svona marglitta. Hann lekur þessu. Þetta kemur bara frá Pentagon og það hefur verið viðurkennt. Það veit enginn hvað þetta er. Já. Þannig að hann stór. Hann sagði í viðtali sem ég horfði á og hef ekki fundið aftur sko, með tárin í augunum. Það er svo búið að vera svo... Corbell? Já, það er búið að vera svo mikið í gangi. Ég hef ekki sofið í 3 vikur. Ég rétt að ná mér á jörðina. Ég hélt í alvörunni ég væri að missa vitið daginn. Sko. En hann segir að þessir einstaklingar séu einmitt að koma út í ákveðnri röð til þess að setja narratífið. Hann sagði með tárin í augunum mjög hikandi. Veist, hann var grátandi hana. Hann var 100% vissum og hann hafði eitthvað upplýsingar að fljótlega á þessu ári þá kemur tilkynning frá bandarískum yfirvöldum vitneskju þenni nýja veruleika. Hann segir þá mun að tilkynna að stórt gameskip sé á leiðinni til jarðar og upprunnið þess sé óþekktur.
Hann segir að þetta sé undirbúringurinn að óttasköpun og svo mun sviðsetningin hefjast. Hann heldur því fram að áætlaðu komutími þess að ímyndaða fars sé 23 ár, hann tala 2027 og ásetningurinn sé óljós. Þetta tilkynningin. Við höfum fjallað hérna og í sérstaklega í tengslu við COVID endurræsinguna miklu. 2030. Þú munt ekkert eiga en þú munt vera hamingjusamur. Já. Þetta er endurræsingar áætlun. Já. Og þetta er alveg þarna innan kjörtímabil Trumps. Já, svo er Trump. Það er nú stóra spurningamerki líka, sko. Já. Og við veitum ekkert, það er mikil sólskin á honum núna, sko. Ég meina, og hann er náttúrulega bara búinn að safna til sín þarna, sko, ekki bara stæðstu heilunum, heldur stæðstu veskjónum líka, sko. Já, það grínast, sjá þetta lið, maður. Já, ég meina, þetta er eins og bara eitthvað að horfa hérna bara Austin Powers bíómynd, sko. Já, svolítið. Þetta er alveg súrrealist. Já. Maður veit ekki hvað maður á að halda um þetta. Nei. Hvert erum við að fara hérna árið 2025? Já. En finnur þú enga sveiflur í orkusviðinu? Já, bara svona Nú, þú andlegum maður hérna, eða svona vilt meina að þú sért svona að rækta andana einhverju leiti. Já. Sko, ég var nú bara að tala um þetta við kvöldverðaborðið áðan, að mér líður eins og ég sé ekki búin að sofa síðan í fyrra. Er taugakerfið on alert? Já, það er eitthvað sem að er bara að það er einhver óró í þér? Já. Ok. Ég skil. En hvort að það tengist þessu eða einhverju öðru, það bara þarna kemur í ljós. Sko, þá get ég sagt þér, til þess að heila taugakerfið þitt. Já. Þá er önnur trúar kenning. Og hún snýr að því að raunverulegar ljósverur eru á leiðinni til okkar úr The Galactic Federal og þau munu grípa inn í með sína kosmísku krabbameinsmeðferð. Já. Og þetta verður allt í lagi. Já. Já, það hljómar mun betur, sko. Hvað eru við oft búin að auglýsa eftir hinnu upplýsta alvaldi í þessu samhengi? Já, ekki nógu oft. Nei, en við höfum rætt þetta okkar á milli. Já. Upplýsta alvaldstíi hérna niður til jarðar, bara endurkoma Krists. Já. Það sem að hver einasta mannvera er bara snert á þann hátt að hún öðlast fyrirgefningu syndana og tútal uppljómun og samkennd. Já, einmitt. Já, það sem að þú í raun og veru þú fellir sjálfið og svona, þú veist, egóið hverfur. Já, maran, hún lekur að þér. Já, einmitt. Álaga maran. Já, það er svona þessi viðvitund. Já. Þessi hugmynd er búin að ná mér úr hólunni. Ég komst að því daginn að ég í rauninni ekki með neitt ótta í mér nema einn og það er ótti sem tengist framtíð basismins. Já. Engin annar. Hann er alveg kristalskýr fyrir fram mig. Já. Þannig að þetta veitir mér huggun. Að þegar ég horfi upp í himinn og eina hverjum 5 stjörnum sem ég sé eru innan lífvænlegs beltis. Að við séum ekki ein. Já. Og á meðan þetta er að gerast er búið að slökkva á skammtatölvunni. Eigum að enda þetta á skammtatölvunni? Já, að því að sko ég heyrði að skammtatölvan Willow frá Google hafi farið að sko haga sér undarlega. Óæskilega. Já, að hún hafi farið að spýta út einhverjum upplýsingum sem að sko enginn í raun og veru óskað eftir og kannski skildi einu sinni. Sko, þú sagði mér þetta í gær
Já, og þú sást nú hvernig ég brást við. já, Mér fannst þetta mjög skemmtilegt. Ég fann síðu sem heitir Tech Geek og þetta bara svona tækni nörda síða og þeir segja hérna, ég ætla að lesa þetta fyrir þig, sko, hvað er þetta? Hérna er þetta. Researchers and government officials were concerned that a quantum computer might have connected with an extraterrestrial intelligence or even entered an unknown realm of computation. bara samband Þetta í alvörinu að lesa Já, inn á þessari síðu hérna Tech Geek Tech Geek, ég er búin að fara í gegnum þessa síðu, þetta er alvöru síða sko. Já, Það er 1.000.000 greinar í það. og þeir eru að segja að einhverjir hafi bara haft raunverulegar áhyggjur af því að skammtatölvan hafi verið komin í samband við einhverjar sko yfirnáttúrulegar verur Já. eða bara annan veruleika, Annar raunveruleika. aðra vídd. Já. Já, Til þess að gefa okkur hugmyndum í rauninni sko nú eða þáverandi reiknigetu þessara vélar þá nefndu þau þetta svona til þess að fá smá samingi. Það tók þessa tölvu 200 sekundur að leysa reiknistæmi sem að hérna hefðbundnu nútíma supercomputers hefðu gert á 10.000 árum já, og reiknaði nú. já. Ha, Nei, það tekur mig of langan tíma. ég get ekki eins og reiknað þetta hlut allt sko. Nei, einmitt. Herru, þetta er spennandi, en áður en við hættum, Arnór, sko, við erum náttúrulega með biðlista af fólki sem við ætlum að taka í viðtölina. Já, það er ansi hætt við því að þarna umræðefnin eigi kannski eftir að fara út í game. Við verðum eiginlega að halda þessu opnu. Já, Við erum komið 2 tæknimenn já. núna, þannig að við komumst alltaf að. Ef við ekki bara halda þess aðeins opnu og sjá hvað gerist. Já, sjá hvað... Nú kemur þessi þáttur út hérna sem sagt á morgun og það er sem sagt á morgun 23. janúar. Trumparinn er mættur með allt sitt hiski og það verður mögulega spennandi að sjá hvað verður úr því. Þetta veldur líka svolítið á ykkur hlustendur. Já, Að sko, ef þau eru tilbúin til þess að treysta okkur fyrir sögunum ykkar, fullum trúnaði og fullri virðingu er heitið og myndefni og við birtum ekkert, hvorki frásögn né myndefni nema með ykkar leyfi. blessun og samþykki. Já, það er full virðing hér, þannig að, en ég held ég sé bara búinn. Já, En það ekki, þetta er búið. það er til næst. Bara horfið til himins og faðmist.